bara svo ég byrja á því, ég heiti Auður og kennari í VFMA og mér langaði bara að sýna ykkur aðeins þessi forrit. Ég sé að ég get örugglega ekki sýnt ykkur sem sagt Google Earth. Þannig að það verður bara að koma seinna. En ég ætla að fara hér og ég ætla að byrja á því bara að sýna ykkur learning languages with YouTube og Netflix. Ég reyndar held að það væri bara betra svo við hefum nú tíma. Þetta nú bara held ég sem við höfum í rauninni ef ég á að fara að svara spurningu líka í lokin. Þetta nú bara 20 mínútna tími sem við höfum. Þið getið auðvitað alltaf líka skrifa mér auðvitað í chatti ef það er eitthvað. Ég veit samt ekki hversu mikið ég ætla að fara inn á það. Ég ætla bara að reyna að einbeita mér að þessu. Þannig að mér langar bara að sýna ykkur að það er þetta forrit sem heitir ellert og ef að þið viljið sækja það, þá er það sem sagt bara að setja Learning Languages with Netflix and YouTube inn á Google. Og þetta stendur nafnið líka við kynninguna hjá mér og ef þið setjið það inn bara Google, þetta er Google, eins og þetta heitir á ensku Google Extension og þetta virkar bara þannig ef ég set á, þetta er maður sem ég nota mikið í kennslu hjá mér og ég bara set hann á og ætla að setja þetta á, þá sjáu það kemur svona rauður settings hér. Bara ef við byrjum aðeins á að skoða þetta settings þá sjáu ég að það er ýmsir möguleikar hér inni til að nota þetta og hér setjið þið tungumálið sem að þið viljið hafa textan á og á hvaða tungumálið vilja þetta komi til ykkar. Þetta er alls konar tungumál. Þetta er gott að nota til dæmis ég með fólk frá Sýrlandi hjá mér stundum í tímum og þeir geta að fara hér og fundið sitt mál og lært þá bara á sínu móðumáli, spænskuna, þannig að þeir náttúrulega kannski geta alveg sleipir í íslenskunni. Og svo get ég ekki farið niður, nei, maður sjá, page down bara, nei. Svo er fyrir neðan líka hægt að fá, nú veit ég ekki af hverju ég get ekki þetta alveg típist, en það er að fá sem sagt, downloada þessu öllu saman sem að kemur þegar þið eru að horfa á vídeóið. Þannig ef ég set download subtitle file, þá kemur inn fællinn á hann að gera það einhvers staðar og þið getið gert þetta, kemur það, niðri. Og þá sjáu ég hér kemur til dæmis það sem að hann er á íslensku hér. Ég setti íslenska þýðingu á því sem að þetta forrit er með og þið getið nota þetta til dæmis bara sem verkefni að þau þýði þetta yfir á sitt tungumál eða á spænsku jafnvel og margt nefnilega þarna inni sem er á íslensku er kannski ekki á réttri íslensku, þannig að það væri þá kannski hægt að gera það sem verkefni að setja á betri íslensku það sem kemur úr þessari vél þegar hún er að þýða þessi vídeó. En ég ætla bara að henda mér í þetta, þið sjáu þetta komið ég er búin að kveikja á þessu, að þá kemur bæði á spænsku og íslensku, þannig að ef við aðeins bara horfum á þetta. Voy a hablar de Messi. Es Messi, ¿verdad? Messi es un jugador de fútbol que juega en el Barcelona, ¿no? Y ha jugado en el Barcelona mucho tiempo. Pero Messi no nació en España. No fue en España.
Ég ætla bara að stoppa þetta hér, svo þegar ég farið, bara svo ég heyri hvað ég að segja, þegar ég farið þegar ég að skoða þetta, ef ég setja þetta aftur á, þá get ég farið hérna á ýmis orð, þá kemur upp orðabók. Og þegar þið eru að skoða þetta, sjáum við, þá stoppar myndbandi bara sjálfkrafa meðan þið eru að skoða orðin og uppkoma þessi orðabók. Þannig að það er ekki bara að séu allt textað, heldur líka orðabækur og hér til hliðar, nú ætla ég að stoppa þetta aðeins, og hér til hliðar hafið þið líka handriti sem hér af þessu myndskeiði sem að þið horfið á hverju sinni. Og þið getið, þetta eru sem sagt textarnir sem koma hér, þeir koma líka rennandi hér niður meðan við erum að hlusta og það er líka orðabók við þessa texta hérna, þannig að hafi kannski mist af einhverju hér, þá þurfum við ekki að fara tilbaka í sjálfu vídeónu, þið getið farið hér upp og leitað bara að því sem að ykkur vantar að vita. Og hér er svo eitthvað sem heitir words, þannig að hér getur vistað orð og setningar sem að þú vilt bara fyrir því sjálfan eða sjálfa. Og svo hef ég líka, látið til dæmis það sem ég geri, er að ég læt nemendur, það er í spænskuna læti þá sjálfa horfa dálítið mikið á eitthvað spænstefni og þá nota þau þetta og þau eru svo að setja inn í skjal, þetta eiga að vera 12 sinnum eða 12 vikur, í hverri viku eða horfa ég að minnstakosti 30 mínútur yfir vikuna, auðvitað meira en þetta er allan að það minnsta, segja mér svo hvað efni var, eða það er að segja þau skrifa það inn og svo hvaða orð þau lærðu, ný orð, þannig að þau eru þá í því að finna einhver orð sem þau læra hér og setja inn, þau þurfa ekki að þýða þau reyndar og svo framvegis. Þannig ég nota þetta svolítið í það að þau sjálf eigi að virkja sig sjálf svolítið í sínu námi hvað þau hafa áhuga á og þá eru þau bara að einbeita sér að því sem að þau hafa áhuga á að lesa, skrifa, hlusta og svo framvegis. Og ég náttúrulega gefði mig auðvitað eitthvað líka að lista svo þetta fari nú ekki allt í panik hjá þeim. En svo er annað hérna sem heitir Edpuzzle sem ég hef notað ansi mikið og þetta er líka extension mann ekki íslenska orðið en það kemur hér inn hjá mér og ég er búin að horfa á þetta vídeo svolítið hérna og mér líst bara vel á það sem kennari og þá ætla ég að ýta á Edpuzzle hérna. Þá kemur það hér inn á Edpuzzle sem er líka forrit og ég bara ef þið hafi áhuga á að skoða það þá bara setja edpuzzle.com, þetta er líka inn á kynningunni þannig á heimasíðunni, hvað þetta heitir. Og þau farið bara inn sem teacher og hér er ógrynna efni sem er líka búið að búa til, þannig að maður þarf ekki alltaf að finna upp hjólið og það er alls konar efni í boði hérna. En nú er ég komið með sem sagt að því ítt á takkana á YouTube, stóð Edpuzzle, þá er ég komið með þetta sama vídeo og nú ætla ég að búa til... Og ég ætla að búa til hérna einhverja, sem sagt, hvað heitir leikmaðurinn. Og skrifa bara Messi hérna sem eitt svar og bara, hvað ég segja, Piqué eða eitthvað svoleiðis. Og svo náttúrulega getið þið aukið við hérna ef þið viljið hafa fleiri svarmöguleika. Og svo setjið hérna grænt við það sem er rétt. Og ég ætla svo bara að setja finish. Ég er bara búin að búa til verkefni hérna. Og það fór nú eitthvað annað heldur en átt að fara. Gerið þetta bara aftur, fyrir questions hérna. Ég ætla að fara aðeins á hingað. Og ég ætla að búa til spurningu.
og hann heiti Messi og svo kom Piqué hérna fyrir neðan. Og ég að nota þetta til þess að, sem sagt, eins og ég sagði bara í minni kennslu, hérna kemur þetta. Hérna, mér fannst svo vanta oft hlustun og eitthvað sem var eitthvað áhugavert fyrir líka bara úr samtímanum. Þetta var ekki búið til eitthvað leikrit eins og oft var í hlustunum og svona, þannig að þetta alveg frábært efni til að nota. Ok, ég sé þetta komið, þannig ég ætla að setja finish. Þá kemur þetta fullbúið verkefni. Ég var búin að, og ég setja þetta hérna inn. Og þá kemur bara sjálfkrafa, að stoppa sjálfkrafa, upp kemur spurning og ég búin að setja þetta fyrir hjá krökkunum og þau bara eiga að haka við það sem þeim finnst vera rétt. Nú haka ég við rétt og þá sé ég strax hvort ég gerði rétt við spurninguna eða ekki. Hefði ég gert hérna Piqué, þá hérna, ef ég fer bara aftur, já, en allan að þá, ef ég hefði gert Piqué, það hefði komið rautt og ég hefði ekki gert þetta rétt. En ég sé að tíminn bara hlaupin frá okkur, hún orðin hálf. Herði, ég þakka þá bara kærlega fyrir mig